komið. Já, góðan dag. Við erum mætt hérna á bæjarstjórnarfund númer 573, 18. júní 2006 og klukkan 17:02. Mættir til fundarins eru Gylfi Ólafsson bæjarstjóri, Kristján Þór Kristjánsson aðalmaður, Elísabet Samúelsdóttir forseti, Sigurður Jón Hreinsson varamaður, Helgi Karl Guðmundsson aðalmaður, Marta Kristín Pálmadóttir varamaður, Þóra María Arnórsdóttir aðalmaður, Elísabet Margrét Jónasdóttir varamaður, Rún Stjórnadóttir aðalmaður. Starfsmaður fundarritari er Bryndís Ósk Jónsdóttir bæjarritari. Og á dagskránni þá óskar forseti eftir að taka inn 2 mál á dagskrá með afbrigðum með heimild í 16. grein bæjarmálasamþykktar sem yrðu númer 6 og 7 á dagskrá. Varðandi viðauka við fjárhagsáætlun vegna malbikunarframkvæmda ársins og forkaupsréttar að eigna hluta í fjársæti 16 á Ísafirði. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn hafi kveðið sér til hljóðs, þá ber ég hana upp til atkvæðagreiðslu. Það er samþykkt samhljóða og þá kemur það inn oftast í dagskrána. Og þá óskar forseti einnig eftir því að þar sem hvorki fyrsti varaforseti né annar varaforseti eru staddir á fundinum að þá taki aldursforseti við stjórn fundarins ef svo ber undir. Sú tillaga laust til umfjöllunar. Enginn hefur kveðið sér hljóðs, þá ber ég hann upp til atkvæðagreiðslu. Þá er það fyrsta mál á dagskrá. Það eru siðareglur kjörinna fulltrúa. Forseti leggur fram til staðfestingar siðareglur bæjarstjórnar 2026-2030 og verða þær sendar til rafrænnar undirritunar til bæjarfulltrúa. Orðið er laust með þetta mál. Gylfi að biðja um orðið hér sem vel. Já, forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, hér er gert ráð fyrir að engar breytingar verði gerðar á siðareglunum og þær samþykktar eins og þær voru samþykktar í upphafi eða fljótlega á síðasta kjörtímabili. Þetta eru prýðilegar reglur, við höfum farið yfir þetta núna í aðdragandanum og gerum ekki tillögu að neinum breytingum. Það er mjög hollt fyrir bæjarfulltrúa að lesa þetta og hafa í heiðri. Við höfum blessunarlega ekki þurft að vekja vísa neitt sérstaklega mikið í þessar reglur og ég held að það hafi helgast af því að bæjarfulltrúar hafa tileinkað sér efni siðareglna að virða mörk sín sem kjörins fulltrúa og blanda því ekki við önnur störf eða hagsmunaárekstra. Að sjálfsögðu getur maður oft þurft að víkja sæti eða draga sér til hlés eða vekja athygli á sérstakri stöðum hans og sérstaklega í litlu samfélagi þar sem maður er á maka og börn og pabba og ýmiss konar tengsl í allar áttir. Það fylgir nú líka því að vera bæjarfulltrúi að þetta er ekki gert að fullu starfi, þannig að maður er þá yfirleitt í einhverju annarri vinnu og það getur myndað hagsmunatengsl líka og aldrei oft ekki einföld svör og þá er gott að geta speglað og rætta við aðra og þessar siðareglur eru ágætt til þess en aðrir bæjarfulltrúar, bæjarritari, bæjarstjóri og sérfróðara fólk getur hjálpað til við það. Þannig að ég geri að tillögu minni að ég mun alltaf styðja þessar siðareglur í atkvæðagreiðslunni hér á eftir. Helgi gerð svo. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, bara formsins vegna langar mig að benda á að skjalið er ekki tilbúið það er Arna Lára og eitthvað dagsetningar og sem það þarf að laga áður en þetta er sent út. Það er ekki greiðslumarkmiðsljós. Og ber ég þessa reglur upp til atkvæðagreiðslu. Það er samþykkt samhljóða. Mál númer 2 samþykkt stjórn Ísafjarðarbæjar breyting ár 2026. Forseti leggur fram til síðari umræðu
og samþykktar breytingar á 8. og 48. grein samþykkta stjórn Ísafjarðarbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar í samræmi við minnisblað bæjarritara. Orðið laust þetta mál. Sigurður hefur kveðið sem ljóðskjærsvöld. Sigurður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Þannig að byrja á því að óska bæjarfulltrúar til hamingju með kjörið. Það er mjög góð tilfinning að bjóða traust samfélagsmanna sinna og þá að vinna að hagsmunamálum samfélagsins. Varðandi þetta mál hérna, ég velti fyrir mér hvernig það getur verið lítilsháttar villa í tilvitnun. Undir lið 5 eða 3. grein. Svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs á Vestfjörðum 2024 til 2035 til ég að vilja stenda hana. Takk. Spurning 20. Fyrir það Sigurður, þeir sem vilja kveða þessi ljós, þetta mál. Þá Kristján, fyrir vel. Og gjörðu að standa 35 manna. Ávarstandi heldur við að stenda til það. Er ekki bara pennaklöpp? Já. Ber ekki fórsetið þá bara upp tillögu? Jú, hún er til 35. Þannig að ber bara upp tillögun með þeim breytingum. Þetta sé, þeim tillögu sé til 35. Takk Kristján. Fleiri sem vilja kveða þessi ljós. Svo er ekki, þá legg ég þessa tillögu fram til atkvæðagreiðslu með þeirri breytingu að þetta sé gildistími á leið 5 sé frá 2024 til 2035. Já. Og þetta er samþykkt. Þá er það þriðji liður, hann fundi bæjarstjórnar lagt fram til samþykktar minnisblað Bryndísar Óskar Jónsdóttur, skrifstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs, dagsett 16. júní 2026 með tillögu fundartíma bæjarstjórnar veturinn 2026 til 2027. Orðið er laust þetta mál. Sigurður hefur ljóðskjærsvel. Forseti, tækifæri sem ekki hægt að hafna og það sem fundur tíma bæjarstjórnar og þetta var ekki fólk í vonbrigðum með það. Ég hvet bæjarfulltrúa til að íhuga hvort það sé eðlilegt að bæjarstjórn taki sér 2 mánaða sumarfrí. Í mínum huga eru allnokkur rök einmitt gegn því. Það eru skilaboðin að æðsta stjórn bæjarins þurfi 2 lengra sumarfrí en almenningur. Það er ekki þannig að bæjarinn fari í hægagangu yfir sumarið, en það er þá yfirleitt mest að vera í framkvæmdum utan hús. Það má finna dæmi þess að þessi lungu sumarfrí hafi valdið bæjarfélaginu fjárhagsskaða, þar sem að stjórnsýslan var ekki undir það búin að taka nauðsynlegar ákvarðanir. Og nóg er af bæjarfulltrúum til þess að vara bæjarfulltrúum til þess að stíga inn. Þannig að þó svo að við séum ekki beinlínis að ræða þetta, þá hvet ég fólk til þess að hugsa þetta mál í framtíðinni. Takk. Takk Sigurður. Ég ætla að óska eftir að Kristján myndi taka við stjórn fundarins. Ég segi bara takes me back, sko. Bæjar fórseti og Siggi komin að ræða sumarfrí, en þessi hljóðs. Elísabet, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Kristján. Ég vildi bara aðeins útskýra aðalega, þetta dagatal, já, forseti bæjarfulltrúa það er tilhöfður, afsakið. Þetta er þetta fyrir hatta hérna. Já, ég vildi bara fara yfir dagatalið sem að er, bara þetta hefðbundna 1. og 3., 5. dagar í mánuði og nema þegar það eru 5. dagar ber upp á, 5. dagar í þessum vikum ber upp á rauðan daga, þá hefur fært það fram á 3. dag og einnig í vetrarfrí grunnskóla, bæði október og febrúar. Og svo er þarna lítilsháttar færsla 5. nóvember færist til 29. október út af því að fyrri umræða fjárhagsáætlunar þarf að fara fram fyrir 1. nóvember. Það var líka einhver umræða fyrir kosningar eða á síðasta kjörtímabili að breyta tímasetningunni og kannski flýta þessi til 4 og mér fannst kannski þessi tími á milli
milli 4 og 5 nýtist oft fyrir fundi, fyrir og eitthvað svona, eitthvað undirbúning og ef maður ætlar að færa það fram þá er maður svolítið farin að fara inn á vinnutíma sinn og mér finnst nóg með það bara í öðrum fundum og nefndum og annað þannig að mér fannst, og við erum ekki að funda, þetta er ekki það langi fundur eða svona alla jafna, að mér fannst 5 bara vera fínn tími og vill leggja til að það verði bara svoleiðis áfram en samkvæmt held ég reglunum sem vorum að samþykkja áðan þá þetta samt komin smá sveigjanleiki, við megum breyta ef einhvern tímann hitt þannig á. En það sem Siggi var að segja, þá kannski hef ég sem ekkert spáð mikið í það nema að nefndir náttúrulega fara flestar, þetta byggst náttúrulega mest að vinna niður í nefndunum og það kom einhvern veginn svolítið mikið með málin til okkar. Vissulega kemur alls konar inn í bæjarráð sem fer líka til bæjarstjórnar en nefndirnar eru eiginlega í dvala, júlí, ágúst og þess vegna hefur þetta verið svona með sumarfríð og já, ég held ég að þetta bara gott sagt. Það var bara forseta stjórningarins. Já, takk. Orðið laust þennan lið. Kristján, Þetta er gaman. Ég gat ekki annað en komið við aftur bara að ræða þetta sko. Við höfum talað um þetta. Það er fyrir ekki, forseti. Við höfum rætt þetta nokkuð sinnum. Ég hef ekkert ég er kannski ekki beint ósammála í að það þurfi að vera 2 mánaða sumarfrí. En ég man ekkert eftir sérstökum skaða fjárhagslega að bæjarráð hafi tekið endanlegar ákvarðanir, ekki nema þá bara fjárhagslega skaða sem gæti orðið að kalla saman alla þessa bæjarstjórn fyrir 2 mál sem skiptir kannski engu máli, því að það náttúrulega í júlí, ágúst þá nefndin nánast óvirkar, nema þá helst skipulags- og mannvirkjanefnd og það hægt að taka endanlegar ákvarðanir með ákveðin mál í bæjarráði, þannig að ég held að þetta sé alveg ágætt en við skulum samt taka þetta til skoðunar, Sigurður, aftur. Ekki fyrir þetta sumar samt sem það. Þetta Kristján, þeir sem vilja taka til máls, nei, þá ber ég þetta upp til atkvæðagreiðslu. Sem sagt, dagskrána næsta árið og það var samþykkt samhliða. Þá það 4. mál dagskrá. Stefna og stefnuleysi í íþróttamálum. Mál sett á dagskrá af beiðni Sigurðar Hreinssonar fyrir hönd S-lista Samfylkingarinnar varðandi stefnu og stefnuleysi Ísafjarðarbæjar í íþróttamálum. Varðandi breytingar á HSV-samningi sveitarfélagsins, úthlutun tíma í íþróttahúsum, reglum úthlutun styrkja til afreksfólks og aðstöðu hestamannafélagsins hendingar. Tillaga málsefur viðenda er að málinu verði vísað umfjöllunar og afgreiðslu í skóla íþrótta- og dómstólanefnd. Orðið leyst þetta mál, Sigurður, gjörðu svo vel. Forseti. Kannski látið vítt svið sem að þarna sett fram. Þetta hefur allt saman tengingar og sem að finnst mikilvægt að hafa í. En það vakti þetta athygli mína við undirbúning fyrir fundinn í gær að í pósturinn frá mér sem ég sendi bæjarritara og endaði inn í fundagögnum að vefslóðarnar þær svolítið illa úti í vírusvarnarhaldinu. Það var upptekið. En slóðarnar áttu að vísa á þingið síðast að hafa samsþing. Fundargerð stjórnarfundar HSV frá 23. janúar 2025 og fundargerð bæjarstjórnar númer 524 frá 7. desember 2023. Það sem að gildandi samningum í Ísafjarðarbæjar og HSV var samþykktur. Í síðast nefndri fundargerðinni má finna umræddan samning og ekki síður bókun fulltrúa Framsóknarflokksins
Ég langar að þakka hér fyrir því að mínum að þið hafa varnarorð þeirra bókunar að mestu gengið eftir. Og það fyrir mig áherslu að því að hann gerir skuldil í dag með þið áður. Starfi íþróttahreyfingar hér byggir í því auknum mæli á sjálfboðaliðastarfi og á sama tíma á minna fjármagn skipti til hreyfingarinnar og kröfur fagmennsku eru vaxandi. Þessi atriði geta með góðu móti ekki átt samhliða að mínum mati og því samningurinn við HSVF frá mínum sjónarhóli að það sé að ræða ákveðið stefnuleysi í íþróttamálum. Ég trúi því innilega að fólk vilji almennt ekki stöðu á ójafnræði, en spurningin hvernig brugðist við þegar koma ábendingar að gera mig betur. Jafnræðið milli íþróttagreina annars vegar og milli byggðarlaga sveitarfélags hins vegar þarf að bæta. Og þegar rætt jafnræði íþróttagreina að mínum mati náttúrulega hrikalegt dæmi sú meðferð sem að Hestamannafélagið Hending hefur þurft að þola af sveitarfélaginu. Ég ætla svo sem ekki að rekja þá raunarsögu því enda það ekki saga sem að verður farið yfir í stuttu máli. Mig langar hins vegar að bara forundast, vita ykkur hver markmið eru með afstöðu bæjarins? Ég held ekki, en þarna afstaða bæjarins hefur mig svolítið hingað til nánast fyrir svo að það eigi ekki þess að vera. En með leyfi forseta, langar mér að lesa upp ályktun frá síðasta ársþingi HSVF. Sem svo hljóðandi. Ársþing HSVF árið 2026 krefst þess að Ísafjarðarbær leysi aðstöðumál Hestamannafélagsins Hendingar. Samtalið hætti í upphafi kjörtímabilsins 2018 og á Hestamannafélagið Hending það skilið að samtalið verði endurvakið og málið leitt til lykta í eitt skipti í röð með það markmiði að byggja upp öflugt starf innan félagsins. Það sem að ræða gamalt þrætumál eðlilegt að það verði leyst með sérúrræði sem hafi ekki áhrif á áður ákveðin úthlutun uppbyggingarsamninga fyrir íþróttafélög innan Ísafjarðarbæjar. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra sinni, en með tillögunni ég óska eftir því að samtalið íþróttamál þá ég að tala þetta yfirlýsingunni eða viss rétti sem ég nefndi í skjalinu sem ég sendi inn. Og ég nú að óska eftir samtali íþróttamál hérna. Ég á opnafundi, hjá kortinu við nefndafundi að þaðan kemur niðurstaða oft án rökstuðnings eða skýringa. Engu að síður tel ég eðlilegast að málinu verði vísað héðan til skóla og tónlistarnefndar sem taki máli til heildstæðrar skoðunar. Takk. Sigurður, fleiri sem vilja taka til máls? Kristján, gjörðu svo vel. Yfirleitt bæjarfulltrúar, tiltekundur, þetta náttúrulega svolítið sérstakt mál. Kannski ekki málið slíkt, en það hefur kannski ekki á mínum bæjarstjórnarferli komið svona bréf bæjarfulltrúa sem að fer svona vítt og breitt svona í þangagangi hans ákveðin málefni og sumt af þessu á kannski ekki beint heima hér inni, en það örugglega, Sigurður getur örugglega fært rök fyrir því að ég heima inni, ég hefast ekki það. Ég veit ekki reynilega hvar ég á að byrja á þessu, en það alveg rétt til Sigurður að við bókuðum við nýjasta samning HSVF. Ég nokkuð kunnugur HSVF, ég var framkvæmdastjóri þar nokkur ár og ég sá mjög fljótt upp að þessi samningur sem Ísafjarðarbær gerði þá myndi fljótlega gera HSVF svo nokkurn veginn óstjórnhæft að fer á þessu mjög mikið eftir hversu viljugir og duglegir sjálfboðalegir að gefa af sínum tíma, en það hafi ekkert allir endalausan tíman og það var alveg ljóst og ég get alveg tekið það upp samtal aftur. Mér finnst aftur á móti að sú beiðni þurfi helst að koma frá HSVF einhvers konar endurnýjun á samningi og hefja viðræður við Ísafjarðarbær. Mér finnst eðlilegt að ný stjórn
HSV komið að byrja fundar við okkur ef þau hafa þá einhvern áhuga á því. Það er önnur stjórn núna að taka upp samningin eða breyta samningnum, þannig að mér finnst eðlilegt sú krafa sú ósk komið frá HSV. Svo veit ég ekki alveg hvar ég á að fara í þessu bréfi. Afrekssjóður HSV hefur ekkert með Ísafjarðarbæ að gera. Þær reglugerðir eru settar hjá stjórn HSV og þing HSV mun geta breytt því ef áhugi er innan þeirra raða. Varðandi íþróttamann Ísafjarðarbæjar eru ákveðnar reglur sem gilda um það sem ég er þokkalega sáttur við, en það fer þá væntanlega til íþrótta- og tómstundarnar núna. Ég er svona átt að maður bara sigur hvort að þetta bréf í heild sinni hvernig íþrótta- og tómstundar á að vinna út úr því, sko. Eða hvort það þurfi ekki eitthvað að stipla þetta niður í minni einingar eða eitthvað svona allavega svona eitthvað beinskeyttara, eða hvort að skóli íþrótta- og tómstundar eigi bara að taka þetta upp lið fyrir lið er svo sem örugglega hægt. En eins og þú sagðir, þá farið mjög víða í þessu blaði, en ég myndi halda að þessi umræða íþróttamálin og HSV myndi þurfa að koma helst frá stjórn til okkar í bæjarfélaginu. Auðvitað gæti að fara í hina áttina, en það eru þau sem vilja, ef að ný stjórn vill breytingar á samningnum, þá tel ég eðlilegt að þau óski eftir því. Ég ætla ekki heldur að fara í söguna við hendingu hér við þetta borð, og ætla að hlífa fólki algjörlega við því, og ætla ekki að ræða og ekki heldur úthlutun æfingatíma í fyrra eða hitt í fyrra. Ég tel það ekki eiga heima hérna inni akkurat núna, og ég hef kannski bara ekki nógu góða þekkingu á því til að ræða það akkurat við. Kristján, þeir sem vilja þessi ljós. Marta, ekki svo vel. Virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til að málinu verði vísað frá í heild sinni. Máli okkur til stuðnings leggjum við fram eftirfarandi bókun. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vilja árétta að málið hefur þegar fengið viðeigandi og ítrekað meðferð innan stjórnsýslu sveitarfélagsins. Við það meðferð hafa gögn málsins og sjónarmið aðila verið skoðuð í ljósi viðeigandi reglna, fjöldi funda haldinn og unnið hefur verið með skýrum og faglegum hætti með áherslu á jafnræði, gagnsæi og málefnaleg sjónarmið. Það vekur furðu að forseti hafi sett málið á dagskrá að nýju og við sjáum ekki tilefni til að veita því frekara vægi en þegar hefur verið gert. Enda hafa fyrirliggjandi gögn og málsatvik verið metin á viðeigandi stjórnsýslustigum. Sjálfstæðisflokkurinn telur mikilvægt að virða þá málsmeðferð og þær niðurstöður sem fyrir liggja. Endurtekin upptaka mála sem þegar hafa fengið fullnægjandi og málefnalega afgreiðslu grefur undan skilvirkni stjórnsýslunnar og dregur úr getu hennar til að sinna öðrum brýnum verkefnum í þágu íbúa. Þá er brýnt að standa vörð starfsfólk sveitarfélagsins og nefndarmenn í skóla, íþrótta- og tómstundanefnd sem hafa unnið málið á heilindum og fagmennsku og tryggja þannig að takmarkaður tími og mannauður stjórnsýslunnar nýtist með ábyrgum hætti í þágu heildarhagsmuna samfélagsins. Takk. Marta, fleiri sem vilja kveðja þessi ljós. Sigurður. Svo vel. Það sem ég nefndi áðan, varðandi vefslóðarnar sem spildust í póstinum, var mjög vísað í stjórnarfund HSV frá 3. janúar 2025 og þar var til umræðu að með leyfi forseta og ég bara fá að lesa bókunina samstarfssamning HSV og Ísafjarðarbæjar. Á dögunum, bókunum samstarfssamningur HSV og Ísafjarðarbæjar. Dögunum fundaði hluti stjórnar með nýjum bæjarstjórum Ísafjarðarbæjar þar sem rætt var samstarfssamninginn og vanefndir á honum af hálfu bæjarins. Í framhaldi af því óskaði bæjarstjóri eftir að stjórn HSV sendi erindi á bæjarstjórn og rætt efni við orðalega erindi til við að þetta bæjarstjórn seinna saman dag.
Svo ætla ég aðeins nefna það hérna varandi reglur og svoleiðis eins og með kjör íþróttamanns og annað því tengt að sko þeir sem að starfa eftir reglunum, þeir náttúrulega fara eftir reglunum og þeir náttúrulega vísa í það, skiljanlega. En þeir sem að setja reglunar, þeir þurfa að koma með einhver rök fyrir því af hverju þeir eru með þessum hætti og þeir eru öðruvísi hér en að líða nefnaðar og hafa nú þetta til. Takk fyrir það, Sigurður. Finnst það eitthvað í þess? Ég er bara svo blessanlega villtur hérna í þessu máli að ég veit ekki hver tillagan er sem við erum að vísa til íþróttatómstunarnefndar og ég veit heldur ekki hvaða tillögu við erum þá að fara að samþykkja að við erum ekki að senda eða fella niður málið. Það er í rauninni engin bein tillaga í þessu máli. Þetta er bara svona umræðu glúmfelldur í einhverju blaði og erum við þá ekki að taka neitt af því af því að þið eru greinilega að tala um eitthvað sjálfstæðisflokkurinn eitthvað sérstakt mál innan þessa bréfs heyrist mér. Málið er það í hilsinni. Já, en Málið er svo stórt, það er ekki bara. En varðandi sko ég ætla nú ekki að varðandi hérna forseta og annars líf, þá er málið miklu stærra heldur en þessi þið eru að ræða og bæjarfulltrúar hafa fulla rétt á að koma málið svona á framfæri sko. Bara svo það sé alveg hreinu samkvæmt reglum og lögum. En ég bara skil þetta ekki. Ég segja eitthvað bara alveg eins og sko. En hérna þið viljið bara málið fara í heild sinni út og þið talið svolítið í stíl við það sem þið eru að tala. Þið eru greinilega að tala um tímaúthlutanir, svo við sem ekki tala um undir rósi eða eitthvað slíku, því að það er alveg málefni sem þetta taka til endurskoðunar. Við höfum oft ekki endurskoðun íþróttum að lýsa þar, ég er ekki að segja vilja eða annað slíkt sko, en er einhver sérstök tillaga í þessu hjá þér, Sigurður, heldur en annað heldur en bara bréfi farið til íþróttatómstunnar og þau bara lesið það? Ef svo er, þá get ég alveg stutta að bara fella málið niður þegar ég sé ekki hvernig íþróttatómstunnar er að vinna úr þessu. Það er ekkert per se í þessu sko. Þetta fer frá tímaúthlutunum yfir í afreks og HSVF yfir í hendingu, sko, skilur við hvað ég er að fara, sko, en ég er þá búin að koma ekki annað sinn og þeim sem ekki upp aftur. Takk fyrir það, Kristján. Ég legg til að getum við tekið smá fundarhlé, örstutt. Það er ég að fá samþykki fyrir því. Og við geta upp til það.
Svona, já. Já, við erum komin aftur til fundar og Þóra María hefur beðið um orðið. Gerðu svo vel, Þóra. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áhorfendur. Ég vil bara taka fram að við erum ekki að tala undir rós útlutan tíma, við erum bara að tala málið í heild sinni. Þessar reglur hafa margoft verið skoðar og við teljum þetta bara að hafa það oft komið fyrir nefndum að við viljum vísa þessu fram í heild sinni. Takk fyrir það. Þóra, þeir sem vilja ljós. Svo ekki, þá legg ég til tillögu Sjálfstæðisflokksins að þessu máli verði vísað frá og það er lagt til atkvæðagreiðslu. Og það er samþykkt 7 sem samþykkja. Er einhverjur á móti? Einn á móti og einhver sem situr hjá, einn sem situr hjá. Þú verður að lesa upp nöfnin. Já, fyrir ekki, ég gleymi því einmitt. Allt sem sagt. Já, það er Framsókn, að ég segja nöfn eða flokka eða bara nöfn. Tinna, Elísabet, Margrét, Elísabet Samuels, Kristján, Gylfi, Þóra og Marta er samþykkt því að þessu verið vísað frá. Helgi Karl situr hjá og Sigurður er á móti. Frávísun til að samþykkt 7-1. Þá er það næsta mál á dagskrá, mál nr. 5. Stjórn heilbrigðisnefndar Vestfjarða. Forseti bæjarstjórnar leggur til að Guðbjörg Þrastardóttir verði kosin formaður, Halldór Karl Valsson aðalfulltrúi og Hjalti Karlsson og Guðmundur Ólafsson verði varafulltrúar þeirra. Orðið er laust þetta mál. Enginn hefur kveðið sér hljóðs, þá ber ég til atkvæðagreiðslu. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það mál sem kom með afbrigði, mál nr. 6 og það er viðauki við fjárhagsáætlun 2006. Tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1371 en fundi var haldinn 18. júní 2006 að bæjarstjórn samþykki viðauka 9 fjárhagsáætlun 2006 vegna malbikunarframkvæmda ársins í samræmi við minnisblað Axels Överby, sviðsstjóra umhverfisvegnarsviðs, dagsett 16. júní 2006. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er engin. Áhrif viðaukans á sveitasjóð A-hluta er 0 krónur og helst rekstrarniðurstaðan óbreytt í 274 milljörðum og 600.000. Áhrif viðaukans á samantekin A- og B-hluta er 0 og helst rekstrarniðurstaðan óbreytt í 581 milljón og 600.000. Orðið er laust þetta mál. Gerðu svo vel, Gylfi. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, hér talsvert flókið mál að ræða. Það voru margvíslegar malbiksframkvæmdir og aðrar verklegar framkvæmdir sem að ráðgert var að fara út í sumar. En þegar og með vegagerðinni og Bolungarvíkurkaupstað í samkrulli í stóru útboði, þegar útboðsniðurstaðan kemur svo fram að þá voru kostnaðar tölurnar talsvert hærri heldur en fjárhagsáætlun hafði gert ráð fyrir og er þar ýmsu að kenna, bæði kannski skökkum áætlunum en líka verðhækkunum og mörkuðum og lokun Hormúsfunds og margs fleira. Það sem hefur þó komið í kjölfarið eru ýmiss konar tiltekt í framkvæmdaáætlun. Sumar framkvæmdir hefur komið í ljós að er fyrirséð að muni ekki ná fram að ganga, öðrum er kannski frestað. Við höfum í bæjarráði tekið ákvörðun og kannski var að gera það með sig í bæjarstjórn fyrir 5 vikum síðan að taka ákvörðun að fella niður malbikun á planinu við Torfnesvöll og ýmsar aðrar breytingar eru gerðar, þannig að þetta og þá er verið að reyna að finna líka aðra framkvæmdir sem að gert var ráð fyrir að færa í, sem að falla niður og þar með er hægt að gera hérna 0 viðauka, en það er ekki þannig að þetta hafi engin áhrif á
á rekstur bæjarins eða framkvæmdirnar vegna þess að við komumst ekki í framkvæmdir sem við ætluðum að gera og þær muni þá koma á næsta ári, sko. Þannig að þetta að einhver leyti, og þetta nú gömul saga ný hérna sem að við tókum á síðasta kjörtímabili þegar við komum með svona núllviðauka að það ekki verið að fela það að í raun kostnaðarauka að ræða. Það bara í raun verið að taka framkvæmdir sem áttu að vera í ár, verið að færa þær yfir næsta ár á móti. En við reynum að halda samt fjárhagsáætlun talsvert hátíðlega vegna þess að hún hefur áhrif á hérna, þetta hún mjög mikilvægt að við höldum aga í gerð fjárhagsáætlunar og framfylgt fjárhagsáætlun. Ég vil samt vekja sérstaka athygli á einu máli sem er þarna að koma 37 milljónir í raun 38 milljónir á Þingeyri. Þetta eru næstu 3 línurnar í viðaukanum. Þarna er gert ráð fyrir að kláraðar verði framkvæmdir á Þingeyri en þannig að farið var í fyrra í umfangsmiklar breytingar á fráveitu og uppsetningu á hreinsivirki á Þingeyri. Það er ekki búið að setja hreinsivirki í gang og lagnirnar sem að liggja úr klósettum Þingeyringa eru ekki jafn sverar og þær lagnir sem að áður voru. Og helgast að því að gert var ráð fyrir að regnvatn og ofanvatn kæmi ekki inn á það kerfi, enda var óþarfi að setja regnvatn inn í hreinsivirki bæjarins. Þetta hefur hins vegar haft þær afleiðingar að vatn hefur flætt upp úr kerfinu og þess vegna var ákveðið og það hafði ekki verið gert ráð fyrir að það myndi gerast svona oft og við ættum kannski smá tíma til þess að klára seinni hlutann sem er að klára ofanvatnshlutann en það hefur bara flætt dálítið mikið upp úr og ekki góður bragur á því að vera að klára malbikun yfir framkvæmdasvæðið og sárið þarna niður götuna áður en að búið er að koma ofanvatninu í farveg, bókstaflega og óbókstaflega. Þannig að inni í þessum viðauka er þá gert ráð fyrir að þetta verkefni verði klárað í ár. Og hluti af því er settur á fráveituna og hluti af því er settur á gatnakerfið. En þetta er mikilvægt mál og Þingeyringum mikið áherslumál sem að margir hverjir eru með sverleika lagnanna alla á hreinu 300 mm eða 500 mm og svo framvegis. Þannig að við erum að reyna að loka þessu máli með þessum viðauka einnig til viðbótar við malbiksframkvæmdir. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls? Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur, ég vildi bara koma upp og segja hvað það er mikilvægt að við förum sem fyrst í þessa fráveituaðgerðir á Þingeyri þar sem að það að flæða upp úr klóaki og fólki er gjörsamlega ólíðandi og búið að fá að vera þannig of lengi. Og það er mjög mikilvægt að þessar framkvæmdir klárast áður en við förum í malbikun. Takk fyrir. Þóra, fleiri sem vilja taka til máls? Kristján, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar við tilheyrendur alveg sammála Þóru að þarf ekkert að taka undir það. Þetta er það ástæðan fyrir að reyna að drífa þetta af, sko. Við erum að reyna að setja þetta á áætlun og var ekki almennilega á áætlun. En ég vil bara svona ítreka það sem að Gylfi var að segja og við höfum öll bara til umhugsunar. Við erum náttúrulega bara að tapa á þessu dæmi, þessum malbikum. Við erum að fá miklu verri verð á ástæðu. Það er ekkert endilega að við fáum betri verð á næsta ári eða komum malbikunarstöð. Ég held að það er mjög brýnt að fara í þessi verkefni. Þetta er í öllum byggðakjörnum sem við erum að fara að malbika og höfninu. Þetta er mjög mikilvæg málefni en við erum að setja gleðiefni er að við þurfum ekki að taka af rekstrarniðurstöðunni, hún verður óbreytt. En við erum alltaf að færa verkefni sem við þurfum að gera eitthvað seinna og við erum að taka söluhagnað af íbúð sem við getum notað í eitthvað annað. Þannig að það er bara einblína bara á það að við þurfum bara þá að halda ennþá þéttar að okkur höndum og passa okkur í fjárhagsáætlunargerðinni í haust. Takk fyrir Kristján, fleiri sem vilja taka til máls? Gylfi, gjörðu svo vel.
Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilhöfundur, ég glemdi í framsögu minni að nefna að það eru mjög margir fermetrar af malbiki sem eru í ólíðandi ástandi í sveitafélaginu og við erum full meðvituð um það. Maður er snöggur að telja upp í 10 götur sem eru eða kafla sem eru í mjög slæmu ástandi. Þjónustumiðstöðin er komin með svokallaða malbikskassa eða hitakassa fyrir malbik og hefur verið að setja meiri krafti í holufyllingar með þeim kassa en betur má ef duga skal og það verður snúið við gerð fjárhagsáætlana fyrir næsta ár að finna þessum þörfum öllum pláss í fjárhagsáætlun þannig að við náum að halda samt fjárhagsmarkmiðum okkar. Máls, var ekki. Þá ber ég þennan viðauka upp til atkvæðagreiðslu og hann er samþykktur samhljóða. 7. mál á dagskrá sem var einnig tekinn með afbrigðum er forgangsréttur að fjárhagssæti 16 Ísafirði. Tillaga frá 1371. fundi bæjarstjórnar en fundi var haldinn 18. júní 2026 að bæjarstjórn samþykki að Ísafjarðarbær nýti forkaupsrétt sinn að fasteigninni fjárhagssæti 16 Ísafirði, fasta númer 211-9491 og gangi inn í kaup samkvæmt kaupsamningi. Orðið er laust þetta mál. Kristján, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og tilhöfundur þetta mál kom inn til okkar í bæjarráð í morgun og við töldum mikilvægt að koma því inn til bæjarstjórnar í dag þar sem hún er að fara í sumarfrí. Þannig er mál með vexti að þetta eru geymslur og skúrar, bílskúrar, annars slíkt. Ísafjarðarkirkja er að selja þarna sinn part, Ísafjarðarbær á nú þegar 2 parta í þessu og svo er einn ennþá í einkaeigu. Við höfum stundum hérna á sveitarfélaginu séð eftir hlutum seinna þegar við höfum ekki eignast svona hluti en við teljum mikilvægt að Ísafjarðarbær gangi inn í þessi kaup og kaupi þennan 3. part. Þá sést það 1 partur eftir því að þetta gæti orðið til framtíðar nokkuð góður byggingarreitur hérna á Eyrinni og við teljum bara rétt að nýta okkur þennan forkaupsrétt. Við getum alveg séð fyrir okkur að leigja þetta bil bara eða annað slíkt eða fastís-kaupa þetta þá hreinlega eignast þetta af Ísafjarðarbæ. Það er svona í skoðun hvernig við erum en við teljum mikilvægt að við eignumst þetta því að það eru aðrar lóðir með Fjarðarstræti sem eru þegar slökkvistöðin fer og ég held við ættum að fara í deiliskipulag á þessum hluta Eyrinnar þegar við erum búin með miðbæjarskipulag hér og þá getum við tekið þetta inn sem framtíðar möguleika þar. Takk fyrir það, Kristján, fyrir þetta máls. Sigurður, gjörðu svo vel. Forseti, eins og frá oft áður erum við byrjað samanlega að það er mjög mikilvægt að þessi byggð tekið og vonast að koma henni og mikla því að það er mikilvægt byggingarsvæði í nokkuð nálægri framtíð til ég vera. Ég styð þetta 7 ár. Sigurður, lesið vel að taka til máls. Svo er ekki, þá legg ég þetta mál upp til atkvæðagreiðslu. Það er samþykkt samhljóða. Þá tökum við fyrir fundagerðir til kynningar og það er ein fundagerð og hún er frá bæjarráði. Það er lögð fram til kynningar fundagerð fundabæjarráðs númer 1370 en fundið var haldinn 11. júní 2026. Fundagerðin er í 11 liðum og orðið er laust til þessa fundagerð. Enginn hefur Sigur Gylfi hér svo vel. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, þetta er nú fyrir viku síðan. Það er búið að halda annan bæjarráðsfund sem var í morgun og það er eitt mál sem að rataði inn á báða fundi og það er endurskoðun á byggðakvótakerfinu. Innviðaráðuneytið hefur hafið endurskoðun á því og við erum svona ennþá á fyrstu skrefum þar. Í bæjarráði í morgun var umsögn samþykkt sem var svona frekar á almennum nótum en ég vil hvetja bæjarfulltrúa sérstaklega til þess að vera vakandi fyrir þessu máli eftir því sem að það þroskast og þessari endurskoðun vindur fram. Byggðakvótakerfið er flókið, það hafa verið andstæð sjónarmið og þetta er mjög mikilvægt fyrir sveitarfélagið okkar og við þurfum að standa saman í því að
tryggja að breytingar verði til góðs og að þær fórni ekki þeim góð, sko það er ekki fullkomið byggðakvótakerfi eins og er í dag, en breytingar á því þurfa að vera til þess fallnar að fórna ekki þeim góðu pörtum sem að nú eru, heldur bæta það sem að aðgengi verði. Máls, nýtingarsvæl. Forseti, bæjarfulltrúar, við tilheyrendur. Það bara óska eftir því að þegar þetta mál svona heldur áfram að hvort það væri hægt að fá einhvers konar fræðslu byggðakvótakerfið. Nú hef ég reynt og er byrjaður að reyna að setja mig inn í það á síðustu vikum og það er, eins og sagði Gylfi, flókið. Þannig að ég veit ekki hvort það eru fleiri í sömu stöðu og ég hérna inni, en ég verð allavega til í að ef einhver sérfróður málefnið geti komið og útskýrt það á mannamáli. Það var vel þegis. Það er ekki, fleiri sem vilja taka til máls. Það var ekki, þá er þessi fundargerð lögð fram til kynningar. Þá er dagskráin tæmd og næsti fundur er 3. september hjá bæjarstjórn og ég segi bara gott sumar og slít fundi núna 17:40.